Og hérna, ég ætla bara að byrja að fara aðeins yfir og þannig að þeir sem eru núna heima eða þú veist, eru ekki hjá okkur og ætla að skoða þetta, geta að nota þetta. Og ég ætla bara að byrja á byrjuninni. Díóða, þetta er einstefnuloki. Þetta er vassmódelið, þetta er rör hérna, vassrör. Við erum svona spjaldi, hér er svona gormur og vanalega er það svona lokað hérna. Gormur ítir lokinu hérna upp og það eru löm hérna. Svo kemur vatni hérna inn. Þá getur lokið opnast og þá fer vatnið hérna bara áfram og hérna í gegn. Hérna megin hins vegar, ef vatnið kemur hérna megin inn, þá lokast lokið bara meira og meira og verður ekkert vatn í gegn. Þetta heitir einstefnuloki, en notaður í vatnskerfum í húsum og díóðan er alveg eins. Þetta hér er díóða, þetta skaut hérna, það er að segja, þessi vírar hafa ákveðin nöfn. Þetta heitir anóða hérna megin, anóða. Þetta heitir katóða. Eða plús á anóðunni, þá kemst rafmagnið í gegn. Eða plús á katóðunni, þá kemst það ekki í gegn. Þannig að þetta er einstefnuloki fyrir rafmagn. Og þið getið munað þessu nöfn anóða og katóða. En þið sjáuð hérna að stafurinn K er eiginlega hér. Það snýr bara öfugt, 180 gráðu öfugt. Þetta er K og þá segja sumir, þú veist það sem að K-ið er þar, þá leiðir hún ekki plúsina þar. En þau auðvitað bara finnir einhverja leið til að muna þetta. Þetta er díóðan og díóðan svona. Og dæmi 1 hjá okkur hérna á þessu heimaverkefni er sem sagt þetta hérna, þessi gæi hér. Hér er díóða, eða einstefnuloki, og hér er pera. Og hér er plússpenna, þannig að með þessi díóða hér stoppar rafmagnið, það kemst ekki hingað og peran logar ekki. Hér leiðir hún, þá logar peran, hér fyrir gegnum peruna og kemst ekkert áfram, stoppar, peran logar ekki, og hér fyrir gegnum peruna og kemst áfram og peran logar. Þessar díóður, það er að segja, þegar að, ímynduð okkur að til að opna spjaldið, hérna, að þá þurfum við spennu til að opna þetta sem er 0,7 volt. Þannig að til að fá díóðan til að leiða, þá falla alltaf 0,7 volt yfir hana. Þannig sem dæmi hér eru mæliði 0,7 volt yfir hana og hérna mæliði þá 11,3 volt. Þessi rás hér, þessi hérna, þetta er bara sama rásinn, ein díóð og ein pera. Hér er 12 volt, þannig að það fer hér í gegn og ég spyr ykkur hvað spennar yfir díóðuna og það er 0,7 volt og þá vitið þið að hér er 11,3 af því að spennan hér pluss spennan hér er 12 volt. Þetta er bara spennuföllin hérna milli og þetta þurfum við að hafa alveg á hreinu. Þetta var dæmi 1 hérna þá. Og svo þar er að lampi 2 logar eða pera, þetta er L í þessum tekni hérna kerfum, L fyrir lampi, það var L2 og L4 hérna, lampi 1, 2, 3, 4, þessi 2 loga. Og því að þá leiðir díóðan. Þetta var svona bara grunnatriði í því hvernig díóður hérna leiða. Og hér er dæmi 2, það er raðtengt dæmi með 2 viðnámum. Og fyrir sum ykkar sem eru kannski að horfa á þetta seinna að þar er þetta alveg nýtt. Þið hafið aldrei séð svona rafrásir áður. Og volt hérna, það er spenna. Þetta er líkt voltum við hæð í vatnstanki hérna. Og hér er svona bara krani. Eða segjum kannski bara hérna, látum að miða hérna bara út svona, hérna. Og vatnið fyrir svona langt út, það þýtur út með krafti. Þetta er þrýstingurinn á vatninu. Ef vatnið er hærra uppi, það er saman á hærri spenna. Það er meiri þrýstingur. Og það fara fleiri lítrar á tímaeiningu hér í gegn. Eins með spennuna, ef hér er einhver straumur í gegn, ef við tvöfaldið spennuna, þá fáum við tvöfalt meiri straum hér í gegn. Þannig að spenna þýðir bara þrýstingur rafeinda inn í kerfið. Og þetta, óminn hérna og óm, þetta eru viðnám, það þýðir bara, ef þetta væri aftur vassmótorið, hér er slanga og hér er þrenging, svona, hér er þrenging,
Þetta viðnám hérna, viðnám. Og hærri tala, þá meira viðnám. Sem að þetta hérna séu 60 ohm hérna, 60 ohm hér, 30 ohm á viðnámið, þá miklu opnara. Það var einhvern veginn svona. Þetta verður þá 30 ohm hérna og þetta 60 ohm. Lægri tala, minna viðnám, hærri tala, meira viðnám. Þetta svona bara til að gefa ykkur hugmynd hvað við erum að tala Og straumurinn hér í gegn, það fjöldi rafeinda sem að þvælast hérna inn. Sama eins og lítrar á mínútu í ykkur slöngu. Og hérna byrjum að finna heildarviðnámið í rásinni. En þetta hægt að koma til raðtengd rás, það til svona raðtengdar og svo það til hliðtengdar. Svona. Þetta hliðtengd rás, þetta raðtengd rás. Í raðtengdri rás, þá leggjum við bara saman, 30, 60 og 90. Þetta tekna nýja mynd hérna, einu spennugjafa, einu viðnámi, svona. Þetta þá 90 ohm hérna. Og hér 18 volt. Þannig að straumurinn hér í, það samspil milli, þetta hér spenna, þetta vaff, volt, spenna, straumur, ampere og R eru ohm. Og ef þið vitið eitthvað tvennt, þá vitið það þriðja. Og hérna vitum við ohmið, þau eru 90, þetta hér 90. Þið vitið spennuna hérna yfir þetta, það 18 volt hérna, 18. Þið deilið þessu hérna upp í hérna að fá, það að segja, þið setja hendina yfir staðinn sem ykkur vantar, þá stendur formúlan eftir. Þú vantar okkur hérna, við að finna hér, strauminn hérna, það jafnt og, svona, U deilt með R, svona. Og þetta hérna, fyrir gauð, og komið hérna uppi. Og það það bara hér. Þetta B-svarið, 90, þetta B18 og hérna 0,2 ampere. Þannig að straumurinn hér er 0,2 ampere. Og vitum við allt þessa rás. Það fara 0,2 ampere í gegnum hann alla og viðnámið þetta stór og spennan þetta hér. Og þá erum við beðin að finna vöttin, það þessi ykkur hérna. Vött sem sagt, hendinu við vött jafnt og straumur sinnum spenna. Það að segja, straumurinn í gegnum, þegar við byrjum að finna viðnámið í R1, það þetta hér, þetta viðnám. Hvað hitnar það mikið hérna, R1? Og þá sem sagt, vött í R1, þetta þýðir bara vött, resistor nr. 1. Resistor viðnám. Jafnt og, hendin yfir vaff hérna, það I sinnum U, það I í R1 sinnum U R1. Og við eftir að finna spennuna, yfir þessi viðnámbæði hérna, þannig að við erum að byrja á því. Ég aðeins á undan mér. Spennan yfir R1, hérna, U jafnt og I sinnum R. Þannig að U R1 jafnt og I sinnum R jafnt og 0,2 ampere sinnum 30 ohm. Svona, og þetta er bara 6 volt eða ekki. Held á. Og U R2 jafnt og I sinnum R. Það að segja, þetta verður þá straumurinn í gegnum, viljum við hér. Það svo sama hér, 0,2 ampere hér og hér. Og R-ið 60 ohm, það bara 0,2 ampere, sinnum 60 ohm og þetta þá líklega 12 volt. Þessar spennur samanlagðar, hérna eru 6 volt og hér eru 12 volt. Þær samanlagðar spennarspennugjafa 18 volt. Þetta svona grundvallaratriði, ég geta gert dæmi sem við erum að fara að gera. Þetta kallum við ómsrámálið, hér bara reyfi allt upp með ykkur. Þegar ég að kunna þetta, flest ykkar og hérna, já, þetta þurfum það að kunna. U spenna eða vaff, volt og straumurinn ampere og þetta eru ohm. Og vatnrýtningurinn, þá þetta bara aflið hérna af vöttin og það margvættilega spennu sinnum straum. Ok,
og til að finna þá aflið sem eyðist hér í R1, vött R1 er þá jafnt og UR1 sinnum IR1 og það þá jafnt og bara 6 volt sinnum 0,2 ampere og þetta eru líklega þetta eru 0,12 eða hætti vött. Ekki alveg viss, maður sjá. 1,2 vött. Já, fyrirgefðu. Þetta er 1,2 vött. 1,2 vött. Svona. Ok, þannig að þetta sem sagt þurfum að hafa á hreinu, hvernig ég reikni raðtengdarás, finn ég spennuföllin yfir þær og finn ég aflið sem eyðist í þessum íhlutum og kollakolli. Þetta er svona, vonaði ég bara fyrir ykkur flest að þessu upprifjun. Ef þetta er nýtt fyrir einhverja, þá bendi ég ykkur á YouTube-in hjá mér sem heita Ómslagmál og þar fer ég yfir það við smáatriðum fram og aftur. Endilega kíkja á þau eða eitthvað sambærilegt til að ná, þið verða að hafa fullt tök á Ómslagmálinu. Þannig fyrir þetta eilíft röggli á okkur. Svona, og þá tökum við næsta dæmi sem er líka Ómslagmál. Ég vil bara rifja þetta upp. Og það eru hliðtengdrás, það sem spennugjafi hér og hér er viðnám og hér er viðnám, svona, svona og svona og svona. Og þetta er sem sagt 36 volt hér, spennugjafinn, og þetta hefur viðnám 240 ohm og þetta viðnám 360 ohm. Svona. Ég byggjum spennuna yfir það að segja hverju spennan yfir þetta viðnám hér og hér. Og það er sama spenna á spennugjafinn er. Og þið getið munað þetta þannig, þetta hér er voltmælur. Þetta er rauði própurinn og blái própurinn, eða mælipinnin. Sýta hérna yfir, lesa á mælinn 36 volt. Sami vírinn hér, það er pennan hingað, sami vírinn hér, sama spennan 36 volt. Og hingað 36 volt. Þetta er svo vatnspípur, sami þrýstingur í allir pípunni allstaðar. Sama spenna allstaðar. Þannig að í þessu dæmi, 36 volt, R1 og R2. Spennan yfir R1 og R2 er sama spenna og spennugjafinn. Þetta er lykilatriði. Svo byggjum við að finna strauminn hérna. I hér niður, IR1 og IR2. Og IR1 straumur er resistor 1, resistor viðnám, er jafnt á U deilt með R, 36 volt deilt með 240 ohm. Og hérna fáið þið einhver straum. Og hérna er annar straumur, það er sama spenna en síkur straumurinn. Og IR2 er U deilt með R og sami spenna, 86 volt, en annað viðnám með þetta, 360 ohm. Út úr þessu fáum við svo mikið sem, já, ég bara eitt þetta, 0,15 ampere og úr hinu við tökum það bara okkur til gamans, 36 deilt með 360, 0,1 ampere. 0,1 ampere, það var ekki beðið það, þannig að hérna er 0,15, til það kemur rauður, 0,15 ampere hér og hérna erum við með 0,1 ampere hér niður og þetta hér niður. Hérna erum við það með 0,25 ampere. Þessar sem eru sama lagðir bara hérna inn og hérna út. Hér var 0,25 ampere. Svona. Þetta er hliðtenging. Og svo byggjum við að finna hérna hve mörg vött eyðast í viðnáminu er 2. Hérna, vöttin hér, vött er 2. Já, það þurfum við hérna að straufa það á. Vött er 2 er jafnt á spennan yfir það. Vött hérna, spennan fyrir straumur. Það er I sinnum U. Og það er 0,1 ampere. Sinnum spennan, 36 volt. Eru 3,6 vött eða ekki. Bara komin að fara með. Ok, ég held ég sleppi hérna
dæmi 4, það bara eins og við vorum að taka áðan og fari beint hérna. Já, þetta örugglega vitlaust númerið hjá mér allt þessu dæmi hérna, fram á, ok. Förum beint hérna bara yfir í dæmið díóðuna. Þetta eitthvað það sem við erum að fókusa á núna. Það eru díóður. Einstefnulokar, allavega tegundir af einstefnulokum í rafmagni. Við erum með afbrigðisdíóðu og það er þessi díóð sem við förum í núna. Svo erum við ljósdíóður, við erum með senerdíóður og svo eru til díóður sem eru fyrir lítið afl en mjög góður einstefnulokar. Þetta er í loftnesrásum og frá það sem er lítið afl en við viljum samt hérna bara hleypa plús í gegn eða bara mínus. Heyrðu þið, nú ætla ég að teikna þetta dæmi hérna upp og hér er spennugjafi. Ég teikna það bara svona eins og batteri, þá stökir langa hérna, það er plús og hér er viðnám, svona, og hér er afriðisdíóða. Hún er bara teiknuð svona. Hún er úr kísil. Það þýðir það að hún er búin til tveim efnum, P-efni og N-efni sem kallað er. Þetta er silikon, hvoru tveggja. Hérna eru margar rafeindir, þetta er negatíft, hér eru fáar, það er pósitíft og hér eru skautin hérna og díóðan einhvern veginn svona. Þessi vírar hér inni og sem sagt það er plús hér og plús hér, þá leiðir hún. Og við vitum að spennan yfir hana er alltaf 0,7 volt. Þetta er lykilatriði í þessum reikningum að muna það að til að finna spennuna yfir þetta viðnám hér, þá dragið þið þessa spennu hér frá hér. Því að þessi spenna pluss þessi spenna er spennan hér. Í þessu dæmi þá eru hér 8 volt hérna. Þannig er 8 volt spennugjafinn og hvaða spenna hérna pluss þessi er 8. Það eru 7,3 volt. Þannig að spenna hér yfir er 7,3 volt. Við veitum ekki reikna neitt ennþá, af því við þurfum að vita hvað tvennt hvern hlut við geta fundið það þriðja. Við veitum bara spennuna hér og erum einhver nær. Og hér er þá gefið upp ykkur staðar, eitthvað. Hvar er gefið upp? Já, 80 mA. Hvað er R mörg ohm? Ef stöfur í rásinni er 80 mA, það er að segja ef að hér renna 80 mA. Og nú þurfum við að rifja aðeins upp milli og ampere og 0 og allavega fóliðis. Og þetta er þannig sjáðu. Hérna er sem sagt 0,000,000. Hérna eru ampere. Ef ykkur ásvari sem bara 3 ampere, þá eru 3 hér. 3 ampere, það er að segja þetta fyrsta seti hérna er ampere. Þetta er milli hérna og næstu 3 eru mikró. Við erum bara hér á milli. Og segjum að við séum með 5 milliampere af straum, þá er bara 5 hér. Það er þetta 0,005 ampere. Við horfum hérðan inn, fyrir þetta 0 og þetta 0, þetta 0 og hér tímum svo tala. 0,005 ampere. Við gerum þetta í amperum. Ef það væri 80 milliampere svo hér, þá komum við 80 fyrir bara hérna. Þetta er sem sagt 8 og þetta hér er 0. Þetta er það sem við erum með hér. Og þetta er þá jafnt og 0,08 ampere. Þannig að 80 milliampere eru 0,08 ampere. Það með að vera 80 og bara jafnvel mörg 0 yfir viljið. Það er bara alltaf síðan 0,08 ampere. Af því að við þurfum að hafa seiningu í amperum, strauminn, og spennuna í voltum. Við þurfum að gefa þetta upp í millivoltu og milliamperum og við þurfum alltaf að breyta þessu yfir í volt og amper. Og nú er spurt því hvað er R1 stórt hérna? Hvað er þetta viðnám hér stórt? R1, ok, þá förum við hingað. Þetta er ómslagmálið hér. Þetta er hendin yfir R. R er jafnt og straumur deilt upp í spennu. Ok? R1 er jafnt og U deilt með I.
og það var U yfir R1 og straumurinn í gegnum R1. En straumurinn í gegnum R1 er sami og straumurinn hér. Það er 80 milliampere í allir fyrir rás alls staðar. Þau þurfum að hafa í huga. Það er ekki annar straumur hér og annar hér. Það er sami straumur hér og hér. Og þá er þetta bara svona 7,3 volt hérna deilt með sem straum hér 0,08 ampere. Svona. Og hérna fáum við eitthvað út í ómum. Og 7,3 deilt með 0,08 eru 91,25 ohm. 91,25 ohm. Áttu ykkur að því að þessi tala fyrir fyrst inn í reiknivélina. Ekki þessu hér. Þið gera á reiknivélina ykkar 7,3. Þetta hérna er áttin sem við erum að gera. Byrjum á þessu hér. Svo deilingamerki og svo 0,08 og svo jafnt og. Stundum við til að víxla þessu ruglast á þessu, en efri talan fyrir alltaf fyrst inn í vélina. Ok? Og þá er þetta dæmi sem við móttum að gera heima, þá er það komið hérna, þá erum við búin með þetta hér. Ok, er það stilja, þeir sem eru mættir Anton og hérna, maður sjá hverjir eru mættir hérna, Anton og Hannes, er þetta hérna það sem komið er á hreinu? Já. Flott. Og hérna, setti ég þetta ekki upptöku, að sjá? Jú, hérna. Jó, þetta komið upptöku. Sko, þá skulum við núna, þar sé að þetta er afriðsdíóða. Nú ætla ég að kynna ykkur fyrir annari díóðu sem er ljósdíóða. Og það heitir LED og kannski er eitthvað heima hjá okkur svona, þú veist, menn eru að henda út gömlu glópjörnum og setja LED í staðinn. Og við förum yfir þá rás núna og svo erum við hættir í kvöld. Og ég með það að gefa ykkur núna, líka á morgun, þá sendi ég okkur eitt verkefni, bara eitt dæmi LED, ljósdíóðu, sem þið geta þá eftir ykkur á að gera. En þetta er eins rás, þetta er spennugjafi og þetta viðnám, við kallum þetta takmörkunarviðnám eða skömmtunarviðnám. Og hér er ljósdíóðan, hún er teiknuð alveg eins, næstum því, nema það eru tvær pílur á henni. Svona píla, það er hana pílur. Þetta þýðir að hún sendir ljós frá sér. Þetta er ljós frá sér. Og við skulum bara hafa þetta sé bara í bíl. Hér eru 12 volt, DC, við notum á 12 volt að þetta er mikið notað. En þessi ljósdíóða hérna, hún vill hafa yfir sig vill hún hafa, segjum bara 2 volt yfir sig og hún vill hafa í gegnum sig 20 milliampere. Þetta er sem hún vill hafa. Í hérna er 20 milliampere og spennan yfir hana er 2 volt. Og ef að spennan hér í fyrir rás hér er 2 volt hérna, þá sjáum við að spennan hér yfir þetta viðnám er 10 volt. Þessi spenna og þessi spenna eru 12 volt. Ef að straumurinn hér er 20 milliampere hérna, þá er það líka hér. Hérna eru líka 20 milliampere. Svona. Og hérna líka á allstaðar 20 milliampere. Og nú vitum við tvennt bæði díóðuna og viðnámið og þá vitum við reikna út það þriðja sem svona vantar. Og hér er beðið stærðin á R1, R1 hérna, jafnt og straumur deilt upp í spennu, U er spenna, eða vaff eða volt. Þannig að R1 hérna, R1 er þá jafnt og U R1 spenna yfir resistor 1. Resistor er viðnám deilt með I R1 deilt með straumur í gegnum viðnám nr. 1
og þetta jafnt og 10 volt hérna og nú þurfum við að breyta 20 milliamperum í amper. Förum við aftur í þetta gæja hérna. Nulli var hér, maður 3 0 hérna svona, þetta milli, þetta mikró. Þessi 3 hér eru milli, og þessi 3 hér eru mikró. Og 20 milli, það er að hérna verið, 1 milli og hérna verið, það verið 100, þá var það hér og ef það verið 10, þá var það hérna. 20 milli er sem sagt hér, 2 og 0. Þannig að við erum með 0,02 amper. 0,0, þessi hér. Þannig að hérna séum við 0,02 amper. Við haft þetta jafnvægt 0 yfir viljið, það skiptir engu máli. Og þetta sýnist mér öllu að verði 500 ohm. Svona. Ég rétt með maður sjá. 10. Í vélina fyrst, þetta hérna fyrst í vélina, 10. Svo deilingamerkið, 0,02 500 ohm. Og síðan erum við vanir að reikna alltaf út hve mörg vött á vinna með að vera. Af því að segjum við alltaf að búið að kaupa 500 ohm af vinnum, þá spyr hann svo, hvað viljið þið hafa mörg vött? Hvað vera stórt? Og hvað þolar mikinn hita? Og þá finnum við út hve mikið hiti eyðist í þessu vinna með hérna. Og vött R1, þetta er bara aflið sem eyðist í vinna með nummer 1 sem hiti. Og hendinni er vött er jafnt og straumurinn gegnum vinamið, sem er spennan yfir vinamið. Og það er bara ER1 sinnum UR1 og það er jafnt og 0,02 amper sinnum 10 volt. Og já, er þetta 0,2 vöttið þegar ekki? Það sjá, 0,02 sinnum 10. Já, þetta er jafnt og 0,2 vött. Þannig að við þurfum að kaupa viðnám sem þolir 0,2 vött eða meira. Litlu viðnáminn sem eru upp í skóla, þau eru kvart vatt, þannig að þau eru 0,25, þannig að þau duga alveg í þetta. Þannig að þetta sem við erum að gera hérna, þetta þurfum við að geta gert alveg blindandi, skiljið þið. Að bara vita að þetta spennafall hér, mínus þetta hér er spennan hérna, stöðmurinn leddunu, hann er líka hér og það getur fundið R1 út og easy, ekkert mál. En þetta semst það er að segja, fyrir díóðan var afriðisdíóða sem var teiknuð svona og hún er með yfir sig alltaf 0,7 volt og við erum ekkert að spæja strauminn þar. Hún þolir alveg 1 amper þannig að við erum bara með hana bara til að afreiða. En ljósdíóðan, LED-ið, þetta er LED, Light Emitting Diode, LED, hún þolir bara ákveðna spennu og ákveðin straum. Annars bara springur hún, bara eyðilegt, bara á stundinni. Og hún þarf að vera rétt póluð, það þarf að koma plús inn í anóðuna og LED, við skulum bara teikna hérna ljósdíóðu. Sko, og sjá. Er ekki með hérna ljósdíóðu, jú hérna. Sko, hérna sjáum þið 2 díóður. Þessi svarta er afriðisdíóða og þessi rauða hérna, þetta er ljósdíóða, þetta er svona plast, rautt plast og 2 lappir út úr þessu og það eru mislangar, lappirnar. Og það sem sagt, þá væri, hún er rauð, þá tekna rauða. Það er bara, hér er plastið, rauða og hér koma síðan 2 fætur, eða 2 lappir og önnur er lengri. Og hérna er svona slétt á plastinu, svona sléttu flötur hérna. Hérna er mínus, þetta er plús. Og það þýðir það að þetta hér er anóðan. Anóða og þetta hér er katóða. En það er nóg fyrir ykkur bara að muna að minni fóturinn er mínus. Eða þessi slétti hérna flötur er mínus, þeir þurfa að hafa eitthvað svona kerfi til að muna þetta. Þeir tengir díóðuna svona í hérna. Og væri það, já, bara tengt, bara hérna kemur.
Ég geri nefnilega YouTube þessi, þar að þetta eru forrit sem eru ætluð nemendum til að vinna svona í tölvunni, verkefni í tölvunni. Og sjá, en það er ekki jafn gott. Þarna. En við getum bara að prófa þetta. Sko, ég á myndina nefið af mér og playlistina og hérna sjáðu, heitir Multisim og Tinkercad. Og hérna eru 4 stuttvídeó. Já, þetta er verkefni sem við varum að gera þetta með leddinu. Hér er töflutími með það. Já, hér ger ég þetta verkefni í raunheimum, ég er bara að gleyma þessu, með voltmæli og öllu. Hérna er bara að tengja þetta. Og hérna sjá, þetta er sem kallað brauðbretti. Þannig að, svona, og hérna teiknaði ég þetta upp í forritinu Multisim, sem ég hafði aðgang að gegnum skólan, en það er eins og það er. Hér er ég bara teikna það upp hérna, og hérna ger ég þetta verkefni í Tinkercad, hérna. Og það komist á netinu, ykkur á kostnaðarlausu, og þá eru þið með svona brauðbretti eins og ég var með hérna, og færið þessar hluti bara hingað inn á, og gerið eitthvað, hérna tengið eitthvað, og þá getið þið sko keyrt rásina. Og þetta er útskýrt nokkuð vel, held ég, í þessum forritum hérna. Hérna er ég að tengja sömu rásina upp á töflu og í raunheimum og í Multisim forritinu og í Tinkercad. Ég er bara að gleyma þessu.